við vernda selina, skjaldbökurnar og hvalina. Hvaða dýrategund í útrýmingarhættu ætli okkar góðu vinir hjálpi næst? Við skulum kanna málið. Snorri, vaknaðu. Sjáðu, það grein okkur í þessu tímariti. Þessi mynd síðan við vorum að kljást við hvalveiðimennina. Meira að segja litmynd. Hér eru líka myndir af risaskjaldbökunum. Svo ein af okkur og Birtu. Þú tekur þig mjög vel út á myndunum. Hér líka frétt dýr sem veidd í Afríku. Við ættum að gera eitthvað í því máli. Fljótur, við skulum koma. Halló, Birta. Hæ. Halló, Snorri. Ég ætla að fara til Afríku með Snorra. Til Afríku? Já, ég ætla að hitta mann sem ritaði grein dýr sem í útrýmingarhættu þar. Hann yfirmaður í þjóðgarði og ég ætla að bjóða honum aðstoð okkar. Ég hrædd að pabbi og mamma leyfi mér ekki að fara. En við verðum að hjálpa dýrum. Ef allt virðist öruggt, þá ég viss að þau leyfa þér að fara. Ég vona það. Það ekki lagið þín vegna? Ég vissi að ég geti reitt mig á þig. Vertu sæl, Birta. Við sjáumst fljótlega. Bless. Munið að fara gætilega. Vegabréfið þitt, ungi maður. Öll dýr verða að láta fyrirberast í farangursgeymslunni. Það kemur ekki til mála. Snorri ferðast með mér. Mér þykir það leitt en við getum enga undantekningu gert. Þetta einhver misskilningur. Þetta ekki bara selur. Ekki bara selur. Þetta við að minnsta ekki kanarífugl. Nei, þetta engin venjulegur selur. Þetta selurinn Snorri, sjáðu hálsólina hans. Hann orðinn frægur maður. Selur. Það mikill heiður að hafa ykkur með í þessari flugferð. Þakka þér fyrir. Gerið svo vel og spenni sætisólunar. Ég skal hjálpa þér, Snorri. Þetta allt í lagi. Þú þarf bara að hafa það spennt meðan vélinn hefur sér til flugs. Vá, líttu bara á þetta. Veðrið virðist vera að breyta, Snorri. Þetta verður allt í lagi, Snorri. Slappaðu af, Snorri. Þér líður betur þegar þú fær morgunverðinn. Snorri, hættu að leika með matinn. Ég skal reyna að fá eitthvað annað handa þér. Stormurinn að aukast. Fyrirgefðu? Já. Áttu nokkuð fisk handa vini mínum? Ég skal athuga hvað til er. Já, hérna. Á! Þvílík ósvífni. Ó! Þú skalt bara vera áfram með sólgleraugun, Snorri. Þá líður þér betur.
Dömur mínar og herrar, við erum að koma á strönd Afríku og munum lenda eftir 15 mínútur. Hér ægi fagurt. Sjáðu, Snorri. Dömur mínar og herrar og selir, við erum að lenda. Komdu, við erum lent. Ef þú vilt koma inn í flugstjórnarklefan verður að taka ofan sólgleraugun. Þakka þér kærlega fyrir. Hér er heitt. Halló, minn kæri vinur. Það gleður mig að kynnast þér. Ég heiti Haraldur Karl, en þú getur kallað mig Halla. Hæ, Halli. Ég gerir ráð fyrir að þetta sé Snorri. Einkennilegt, ég hélt hann líti ekki svona út. Ó, já. Vesalinn Snorri var flugveikur. Við skulum halda heim til mín svo þið geti haft fataskipti. Fötin ykkar, þau hendi ekki alveg hér. Þakka þér fyrir. Þetta er alveg ljómandi. Þegar þú sólbrennur og óhrengast verður þú útlits eins og hinir veiðverðirnir. Við skulum halda í þjóðgarðinn. Það gleður mig að þú skildir koma, Tommy. Verndun dýr á Grænlandi eða í Afríku er einn og sami hluturinn. Þessi þjóðgarður er griðarstaður. Hér geta dýrin lifað í friði án þess að óttast veiðimenn. Dýrin okkar þurfa mikið svigrúm. Hér eru engir veggir, engar girðingar og engar borgir til að takmarka frelsið þeirra. Við skulum stöðva þetta vatnsból. Umhverfið er ægifagurt og útsýnið frá vatnsbólunni stórkostlegt. Fáðu þér sopa, Snorri. Hægan nú. Við komum rétt bráðum að vatnsbólinu. Heyrðu! Vertu varkár, Snorri. Sjáum seinna. Hann er þyrstur, hann er óvanur hitanum. Komdu, ég ætla að sýna þér staðhætti. Snorri, komdu. Þú þurftir ekkert að óttast gíraffann. Hvernig ætli þú bregðist við þegar þú sér sannkallað villidýr? Við skulum snúa aftur til bílsins. Haraldur! Haraldur! Þeir eru byrjaðar aftur. Fílabeinsveiðimennir eru komnir aftur. Þeir eru búin að drepa 3 fíla við vatnsbólið í Jamlæja og aðra 4 nokkuð austar. Nokkrar högg renna í okkur í dag. Röktu þið slóð þeirra? Já, við fundum þá og ætlum að reyna að stöðva þá á morgun. Við komum með ykkur. Nei, Tommy. Fílaveiðmenn eru ekki eins og hvalveiðmenn. Nærvera ykkar hindrar þá ekki í að skjóta. Ég get ekki ábyrgst öryggi ykkar. Svo tefur Snorri bara fyrir okkur. Það er of hættulegt fyrir ykkur að koma með. Þið geti haldið áfram ferðinum þjóðgarðinn á morgun. Ég skal sjá til þess að fái bíl til umráða. Verður hann með fjórhjóladrif eins og þinn? Því ekki það, sjálfsagt. Er auðvelt að aka þeim?
Ég get kent þér það á 5 mínútum. Nei, fyrst þarf ég að... Allt í lagi. Auðvitað. Ég skil. Það er ekkert vandamál. Gerið það strax. Ertu ánægður, Snorri? Vinir okkar eru komnir langt frá heimkynnum sínum. Ætli Snorri venjist loftslaginu hér einhver tíma? Og hvað verður Tomma? Honum var bannað að elta fílabeinsþjófana með Halla. Munið að fylgjast með næsta þætti af Selnum Snorra.